Góðan daginn. Ég heiti Pétur Þorleifsson og framkvæmdastjóri Norðanfisks. Ég átti nú að tala samkvæmt dagskráni þá að við ræðum framleiðslu vinnslu, sem við vitum ekki alveg hvað en ég ætla að tala framhaldsvinnslu. Það það sem við gerum. Norðanfiskur var stofnað á Akureyri 2001 af útgerðarfélagi Akureyringa og Kjarnafæði. Og þá var aðalframleiðslu vöru fyrirtækisins voru brauðuð karfaflögg fyrir Þýskalandsmarkað ásamt því að brauða fyrir innanlandsmarkaðinn. Síðan 2003 þá fyrirtæki sameinað íslensku frönsku eldhúsi sem var þá staðsett á Akranesi og búið að vera þar lengi niður í gamla Havarnarhúsi. Þá breyttist framleiðslan svolítið, fórum að sinna meira, fyrirtæki fóru að sinna meira innanlandsmarkaðnum og síðan þá hefur það verið leiðandi á sviði frosinna sjávarafurða fyrir innanlandsmarkaðinn. Bæði fyrir verslanir, mötuneyti og veitingastæði. Og alla tíð hefur verið lögð mikil áhersla á vöruþróun í fyrirtækinu. Og reynum við að vera leiðandi á því sviði og teljum okkur vera staðist á sviði frosinna sjávarafurða í dreifingu á Íslandi. Í dag starfa 27 manns á fyrirtækinu. Fyrirtæki hefur breyst svolítið undanfarin ár. Frá því að vera kannski bara beint framleiðslu fyrirtæki, þá hefur heildverslun, við erum eiginlega meira í dag eins og heildverslun með eigin framleiðslu. Þær vörur sem við fáum ekki við strendur Íslands, eins og túnfisk, hörpuskel, risaveðjur, kóngakrabba og aðrar vörur, þær flytjum við inn. Eins og allar aðrar sushi-vörur, eða flestar sushi-vörur sem eru neitt á sushi-stöðunum. Sushi-markaðurinn hefur verið að stækka mikið. Við notum góðs af því. Fyrirtækinu starfa í dag, eins og ég segi, 27 manns og kosturum með að vera á Akranesi það er gríðarlega gott aðgengi að góðu starfsfólki. Ef við værum staðsett á höfuðborgarsvæðinu þá væri meirihlutinn framleiðslufólkinu erlendir ríkisborgarar eða erlendir starfsmenn, en sem betur fer þá höfum við ennþá meirihluta af íslensku starfsfólki á okkur. Og það er gríðarlega mikilvægt þegar við erum að framleiða hágæðavöru. Einnig eins og Ólafur sagði áðan er mikill kostur af þessu svæði. Hvað er gott aðgengi að góðum innanum, góðum rafvirkjum, pípurum og fleira. Því við erum ekki með þess að vélstjóra í vinnu okkur, heldur nýtum okkur þjónustu iðnaðarmanna miklu leyti og það er ofsalega kostur. Það sem hefur verið að gerast undanfarin ár og vöxturinn hjá okkur hefur aðalega verið á mötuneysmarkaði. Flest fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu sem eru með 20-25 manns eru orðið með mötuneyti og þar komum við svolítið sterkt inn. Við erum með brauðavörur og tilbúnar vörur sem þarf lítil undirbúnings. Matreiðslumenn geta komið inn og nota þær án mikillar fyrirhafnar. Síðan eins og ég segi með sushi-iðnaðinn, hann hefur verið að vaxa og eins góður fiskiveitingastæðir. Framtíðin er bara björt hjá okkur. Fyrirtækið gengur ágætlega. Við erum skuldlaus. Þannig að bara lítur allt vel út. Takk fyrir mig.